Verið þið hjartanlega velkomin í þessa fyrstu vefútgáfu smíðaþáttanna Skítamix hjá mér og meistara Rúnari Hróða. Blessaður. Við ætlum að reyna að berja eitthvað saman í dag. Við ætlum að búa til skurðabretti sem lítur út eins og múrsteinaveggur úr ógeðslega dýrum spýtum og bara sýnið þessu þolinmæði. Og respekt. Ég verð að fá respekt, sko. Þú veist, ef ég missi bara, ef þessi mækur fer hérna, þá fer smettið á mér hérna og þá er bara hef í slæmt, sko. Eins og ég segi, ég er búin að gleyma hvað þetta er hræðilegt, sko. Sko, núna er ég, fyrir þá sem ekki vita hvað ég er að gera hérna, og ég veit ekki alveg hvað ég er að gera hérna, en ég er að reyna að ná einum frontinum á þessu hérna, rennisléttum, þá get ég þykktarheflað þetta, og þá erum við næstu því konum með tilefni til þess að smíða eitthvað hérna, sko. En við erum hér í þráðbeinni úr handelshúsinu. Það er enga kellingar í það með menn að salta steik hérna bara eins og þessi að fá það yfir hana en í öllum herbyggjum. Ég er að búa til skurðabretti, en svona skurðabretti, það verður bannað að salta steik á þessu skurðabretti, veistu hvað ég er að tala um? Þetta má ekki vera svona, þú elskar, Hróðinn elskar að salta steik. Ég er nýbúinn að fatta ákveð þetta fyrir töðunar á mér, að þetta er eins og að gaur sig að fá það yfir steikina mína. Þannig að bara Ok, 2 ferðir í viðbót, 2-3 ferðir, sko. Sko, maður vill náttúrulega helst að það sé að maður heyri hljóðið sig að taka af allri spýtunni, sko, annars er hún ekki slétt, sko. Hún er nú heldur slæmt, sko. Ok, mate, þá held ég að þetta sé nú bara orðið drullu slétt hérna hjá okkur, sko. Við fyrir hérna. Þetta hakast nú bara ekki neitt, sko. Sleit úrina í með ódýrasta Garmin-úrið og ég keyrði alla leið frá Vesturbænum upp í Álfkonuhvarf til að kaupa nýja ól á ódýrasta Garmin-úrið. Þú veist, gaurinn í búðinni, hann var svona kúaðist hann sá mig, bara alltaf eitthvað með dýraúrið. Ég bara, nei. Ok, sko, fyrir það sem heima sitja, sko, við erum með 2 spýtur hérna og ef við ætlum að gera svona brick cutting dæmi, þú veist, þá er því hérna náttúrulega bara spýta er bara, þú veist, 8 millimetrum þykkari en þessi hérna borð. Við þurfum að ná þeim jafn þykkum og þess vegna vorum við að fá þessa hérna lið alveg rennislétta sem hún er og bara, ef þið trúum mig ekki This is it. Og bara alveg hérna, þetta er bara slétt. Og þá setjum við þetta í gegn, náum þessi sömu þykkt og þá erum við annars vegar með, sko, múrsteinina sem við fáum hérna og svo fáum við fucking hérna sementið úr þessar eigg. Þetta hérna er reykt eigg sem, sko, er ekki náttúrulega eðlileg spýta, skilur. Þú veist, það þýðir að þessi búið að pensla hana með drullu, þessi hérna, og láta inn í ofn og bökuð, þú veist, þannig að hún verður svona brún eins og þú varst alveg, þetta hnota, þú veist, ég alveg, já, reyndar er þetta bökuð spýta sem er svona eins og hnota, þú veist, þannig er ég. En þetta er mjög dýrt og ríkt fólk elskar að hafa allt úr reyktri eigg, sko. Ég veit ekkert af hverju ég á þetta er bara úr skúr kalsins. Þið virðist leiða svo mikið ég er að tala, Ég er að læra. Ég er að reyna að gleðja þér eitthvað. En hann þarf alveg að hjálpa okkur að breyta þessu frá afréttari í þykktarhefil. Og býtu að getur gamli kallar hérna sem vilja alls ekki láta mynda sig að því þeir lugu hvert þið verður að fara. Þessar farmanna. Gunnar. Já. Gætirðu breytt honum í þykktarhefil? Hvað segirðu? Gætirðu breytt honum í þykktarhefil? Já. Ég bara man ekki alveg hvernig við fórum í gegnum þetta. Nei, ég skal hérna fyrir þig. Þetta er sko í 36 núna. 36. Við erum bara í 34. 35? Eða það? Þú veist, ertu tilbúin að íta á takkan? Byrjum að fá sogið í gang. Það var það sem ég sagði í gærkvöldi. En og bara hleypið út, sko. Konan mín má ekki vita að ég sé að vesta að tala svona. Mér er hent út, sko. Þetta má haldur ekki sína, sko. Ég sá eftir þessu strax, sko. Já. Þetta er augljóslega 1 mm sem við erum að taka hérna í viðbót. Og við bara grenjum það ekki fyrir neitt, sko. Við bara hendum þessi í gangina.
Við erum niður í 29. Svona bara þetta skítamix, skilur. Svona þetta skítamix. Maður heldur maður sé komið með eitthvað, svo það ekki komið. Og eins og afi minn sagði, það sem maður hefur ekki í hausnum, það verður maður að hafa í fótunum. Og þetta hugsa ég alltaf búin að gleyma ykkur. Það heldur slæmt. Herru, en þetta bara ein sending hér í gegn, sko. Þú veist, blóm og kransar, afpakkað. Typist að vélinn springi núna og við fáum tennurnar í augun, maður. Við erum náttúrulega ekki með... Við editum út gleraugun, varnagli hlíðagleraugun, af því okkur fannst bara meira cool að vera ekki með þau. Við ætlum að tengja þarna barkan í kýlið á þér. Nú ættum við að geta kveikt á henni. En nú ætlum ég bara að keyra þetta inn í gegn. Ok, veistu hvað er hættulegt hérna? Maður gerir svona hérna. Af því þú veist hérna... Sko, nú þurfum við að ímynda okkur, nú þurfum við að fara að fá stærðir. Ég er náttúrulega ekki með teikningar að þessu, af því það er fyrir, þú veist... Er það ekki? Þú veist, en hvað er hver múrsteinn stór? Erum við að tala um þessi 3,5 jafnvel? 3,5? Eins og tillinn. Og mér? Á okkur, samtals. Heyrðu, ég held bara 4 centimetrar séu jólatalan og herðu viljandið. Svona verða þær, svona verður það dökka og svo kemur ljósaðið núna á. Er engin stemning fyrir því hér eða? Sko, við getum lækkað þetta aðeins. Þetta er betra ef við lækkum þetta, sko. Þá kemur minni brunlykt, sko. Ef ég lesi á nundinu. Já, ég er ekki að grínast hann, sko. Þú veist, jú, þú veist, það sem þú ert að saga. Ok, gott að maður sé að kenna eitthvað hérna. Það sem þú ert að saga, þú veist, í raun og veru eiga bara tennurnar rétt að gæjast út úr því, sko. Þú vilt ekkert fá blaðið eitthvað sjóðandi heitt að lemja þarna mikið, sko. Þú vilt bara hafa það svona. Og þeir sem trúið mér ekki, ég meina, farið bara í iðnskólann og látið ljúga ykkur að ykkur þar. Heitt enn? Ekki? Þú veist, þetta er bara jara og búm. Það er bara eina sem við erum að gera hérna. Þessi áttur að renna í gegn eins og... Ok, ég meina, svona helmingun hefðu, 6... Já. Ok, núna erum við að fara að gera svo hættunan hlut að það verður eitthvað, sko. Allt í góður, ekkert hættulegt hér. Maður verður alltaf að vera ákveðir hættur að maður er að smíða. Sérstaklega er maður ekki með neitt, þegar maður ekki með neitt hlífabúnað. Þetta fer líka bara að vera hættulegur og hættulegur hérna eftir því sem spýtan verður minni, sko. Bara til þess að vita lengdina á þessu öllu, svo þetta sé allt jafn langt. Það ætlum bara að gera þetta svona. Stopper. Eitt stopper, eitt stafa. Og þá ættum við að geta keyrt þessar gaura hérna í gegn. Cirka svona. Lengri þessir brúnu, á hverju það? Því bara þeir... Eru það almennt? Já, það... Ég ætla ekki að svara þess. Tilbúin. Herru, þetta er bara alltaf að koma. Er það ekki næst? Sem mátt þú eiga sko allan afgangs þetta. Við þurfum að renna þessu öllu einu sinni í gegnum vélina hana og svo bara líma þetta. Svo þurfum við bara að tala saman hvort við ætlum að taka okkur pásu fyrir líma þetta og hitta seinna. Eða bara, veist, svona einhvern veginn verður þetta. Skilur við? Nú ertu að gera hvað, segir við? Núna, þú veist, þetta er, fyrsta útgáfan af þessu er svona. Þú veist, svona. Svo límir maður það saman. Sagar það svo í rendur hérna. Og svo fer þessi hérna svona cirka á milli, sko. Já, hvað? Ég veit ekki nóg mikið þetta, sko. Ég er ekki alveg búinn að ákvæða mig. Já, nei, þú veist, það væri gaman að sagða þetta núna. Já. Þú veist, við skulum bara gera það. Svo veistu eitt. Bara gera það. Einhverju gaurar sem eru að horfa á þetta núna. Þeim klæjar í puttana að hlaða í komment. Sko, ég veit það, en þeir gaurar, þetta er gert fyrir þá. Þetta er gert svo þeir geti kommenta. Þetta er gert fyrir bestivísana, svo þið getur bara Dóri, hvað er að gera? Ég er að gera þetta fyrir ykkur. Ég er að gera svo þið geti bara, hann veit ekkert hvað hann er að gera og allir bara, nei, hann veit ekki neitt hvað hann er að gera, maður. Kommentuðu bara, maður, hvað er það? 1,
Það renna þessu öllu í gegn, þessum hérna, því að, þú veist, að því þau eru ennþá með svona svolítið grófum eiginleikum á. Og þá bara fáum við þetta allt alveg í nælon, sko. Það er hægt að vera með miklu nákvæmari græjur, sko. Ég bara er að nota þær til að mæla til hann á mér heima. Við sjekka þetta hérna. Núna á þetta, sérðu, bruni. Og ekki jafn mikill bruni. Bíddu bara, maður. Bíddu bara, sagði ég. Sko, nú er komið þetta í 70, sko. Þá er þetta bruni. Er þetta hljóð? Engin bruni! Núna erum við komnir hérna með þvingur. Fólk verður oft hrætt að sér svona röraþvingur. Af því það á ekkert svona þvingur. Þú getur keypt þetta í húsasmiðinu, þú farir sér hérna stykki, sem kaupir rör og lætur snitta annan endan á þessu. Það er auðvitað húsasmiðinu. Við erum í Handelshúsinu, húsasmiðin getur getið skít. Handelshúsi er með þetta allt. Þú veist, ég bara, þú veist, sko, sjáu þið... Ég get ekki gert þetta. Nei, ok, við erum með röraþvingur því, tek þetta aftur og sumir verða hrættir í sjá svona röraþvingur að þeir eru bara, að þeir lítur undir sem þú eru að smíða þær sjálfur. Þú kemur inn í Handelshúsi, færið þetta sett hérna, sem er bara basically hérna. Hvaða apaköttur sem getur svo seltið stálrör, þú letur snitt annan endan eða snittar það sjálfur eða átt græjur í það, skrúar þetta upp á og þá ertu komin með þína eigin límpressu, basically hérna. Og þetta þurfum við til þess að fá þetta fínt og gott. Og nú ætlum ég að setja þetta lím hérna. Þetta var allt annað. Við eigum að nota annað lím í þetta af því við erum að gera skurðarbretti, en það bara tekur 3 sólarhringa fyrir það að þorna. Þannig við bara byrjum að setja þetta hérna. Og málið, við viljum setja lím eins og sinnep. Það er eina sem ég lært. Það var margir heimskari en hann gert svona bretti eða? Já, við erum með mikið af námskeiðum og mjög margir heimskir sem við veitum. Þeir labbaði út með fjölgæslu. Þeir labbaði út bara með enga fingur eða neitt, en... Labbaði út bara með jólum? Já, sko, galdurinn er að fólk labbaði út með eitthvað og allavega í versta falli haldi að það hefði smíðað sig. Geðveikt. Já, veistu hvað, ég ætla að segja ykkur eitt, ég hef komið á námskeiðin hérna í Handelshúsinu, ég farið á mörg, ég farið á hnífa, ég farið á útskurðar og ég hef farið á húsgagna og það voru allir bara rosa peppandi við mig og meira þess að Muggi sagði að ég var rosa góður, náttúrulegur að hefla með handtefil og ég þarf ekki trós frá ykkur ef ég er búinn að fá trós frá honum, sko. Núna er ég að gera þetta hérna. Þú veist, alveg eins og fagmaður. Mér líður eins og ég sé YouTube-myndbandi. Það er nefnilega málið. En erum við í YouTube-myndbandi? Ég er eins og Ari Eldjárn. Enginn veit af hverju ég kann að smíða. Nei. Pabbi er mjög laghendur, sko, en ég er hann miklu betur en hann. Og enginn skilur það. YouTube. Sko, pabbi á bestu fucking setningu í söguna sem ég veit nú oft í. Ég er að jöða á þetta, sko. Það er þegar ég var eitthvað að smíða með honum einu sinni og ég var eitthvað, finnst þér rétt að setja skástýfi í þetta? Og hann sagði, ég veit kannski ekki mikið þetta Facebook og þetta Google, en ég veit sitt hvað skástýfur og þetta þarf skástýfur. Sem fagmaður í faginu, finnst þér þetta, eða þú veist, kannski frekari spurningin, af hverju finnst þér þetta svona ljótt? Mér finnst þetta ekki ljótt þannig að það gera þetta margar við. Mér finnst þetta svolítið subkulegt hjá hana. Já, veistu hvað, það er kamera á mér, þú ert að horfa á mig, þannig ég ákvað bara, ég ætla ekki að... Þetta mun alveg ganga hjá þér, sko. Við erum allir vinnir. Já, sko, ég kom bara með mitt eigin lím og ég má bara eyða eins miklu lím og ég vil hérna, takk hérlega. Heyrðu þetta? Sérðu einn stór hérna, Tökum hana alveg hér, sko. Byrjum á að límynda svona, en nú þurfum við að segja þvert til þess að fá múrsteina í raun áferðina. Þannig að við förum með þetta í borðsaugina. Það að ýta efni í gegnum snúandi blað er alltaf betur en að ýta snúandi blaði í gegnum efni, segja þeir. Þá þurfum við að búa til í raun það sem er fúan, sem er þessi venjulega eign. Þegar það er tilbúið, þá getum við farið að líma.
viljum ekki að við viljum að það sé svo múrsteinsveggur en ekki eins og rúðustrika blað. Það bara önnur tegund af borði og það vill enginn. Hann eitthvað stamur hjá okkur og helvitis stikkið virðist ekki vera að fara í nógu vel gegn bílina. Þannig ætlum að taka sporjárnir að ná líminu vel af sem við höldum að sé svona að hrella okkur. Þá erum við félagarnir, 2 að líma og það þarf að gera þetta hratt af því að það bara, annars fyrir límið að þotna og það bara ákveðin svona, límið bara opið í x tíma, svo fyrir það að loka sér. Herri, við erum hér stödd á verkstæði Handverkshússins, við vorum að gera mjög erfiðan hlut, við vorum að koma þessu stykki í þvingur, þetta var 16 manna átak, ekki reyna að halda að ég geti gert þetta heima hjá okkur, ekki að halda ekki, já, þvingur ég get gert það, getið það ekki, þetta er ofervitt, það þarf sérfræðinga hérna. Svo miklu sérfræðinga, við þurfum að skilja þetta eftir í þvingunum núna. Meðan að sérfræðingarnir sko vaka yfir þessu? Já, það að koma teymi hérna. Pólskir gaurar sem ætla að horfa á þetta í 6 tíma og það er bara þannig sem límið þónar og þeir ætla að hringja okkur að gerist eitthvað en þangað til verðum við bara að kíkja þetta á morgun, losa þetta þvingunum, pússa þetta, hella olíu yfir þetta og gefa ykkur í kettlingu þetta. Hvað sér þetta, Dóri minn? Dúdduri, herrið mér? Já. Ok, það er nýr dagur kominn hér í Handverkshúsinu, þú ert að komin á hlýran, það er náttúrulega, þetta er jól. Ég ætla ekki að koma á mynd. Að því út á hlýra? Já, bara því... En við erum bara báðir á hlýra. Já, en þú veist, þetta er þinn þáttur og... Já, ég veit það. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já. Ég er glæsilegur ná. Ég veit það. Allavega, ég er hér með þetta glæsilega bretti hérna, sem er glæsilegt, það verður ekki tekið að því. Nú þurfum við að shæna það til. Það sem við gerðum í gær var að saga og líma það upp á nýtt, búa til múrsteinin og við hendum í þessar 7 þvingur hérna. Þessar þvingur settum við hérna til þess að þetta myndi halda slétt. Og við settum teip hérna. Þannig að, og nú losum við röratningunar og svo veit ég ekkert hvað ég á að gera síðan, sko. Er þetta ekki bara tilbúið? Já, svona, að þú veist. Þetta er náttúrulega lítið. Þetta er geðveikt. Ég veit það, og sko, og þegar við setjum olíun á þetta og erum búin að losa, það er eins og eitthvað hafi gerst hérna, við skulum ekki segja hvað hafi gerst, en... Eins og hafi verið... Gaman. Já. Hjá öllum strákunum. Hjá öllum strákunum. Sérðu þetta? Vá. Sko, svo við förum aftur, við erum búin að taka í upptöku, með að kjafta og tala ítlum gauðra og drekka kaffi og tala við Gunna um hluti sem sko við getum ekki talað um uppátt, sko. Þið vitið ekki hvað... Þú veist, þá er þetta búið að taka eitthvað, þú veist, þetta er 3. sessjónið og þetta er 4 klukkutíma þannig séð, sko, að komast hingað land á mismunandi dögum, af því við þurfum að hlusta á límið, en ég bara að segja, finnst þér eðlilegt að fara út í búð og borga 60 skall fyrir þetta, þegar þú getur gert þetta með gamla hérna á 6 tímum. Á 3 dögum. Á 3 dögum, já, með pásum, sko. Já, þetta er bara búið að vera gaman. Ok, nú ætlum ég bara að, þetta er alveg útskýring. Þegar þið hugsaum við, þá er besta útskýringin að hugsa spagetti sem er liggjandi. Og þegar viðurinn er svona, þá verður hefillin hérna og það er ekkert vandamál. Það er bara að vera að skafa ofan af spagettinu. En þegar viðurinn stendur svona og það koma höggbeint á, þá er líklegt að þetta kljúfi sig og eitthvað ljótt gerist, sko. Þetta var góð útskýring. Var þetta ekki góð útskýring? Já, þú veist, ég var tilbúinn að fara að rífa eitthvað kjátt. Já, en þú hafðir áhuga þessu? Já, það var bara mjög gott. Þetta er einu útskýring sem ég hýrt sjónarlega. Já, ég skil þetta. Það gæti verið gaurinn að kaupa bara þjöl svo hann getur bjargað frænda sínum úr fangelsi, skilur hana, þú veist, þú mátt ekkert reka myndavel fram í... Ég kom með upplýsingar, sko. Gerðu þær eitthvað fyrir þig? Nei, ég dýrka samt hvað Gunni er alltaf tilbúin að bara, þú veist, að bara, nei, Dóri, þú bara gerir þetta sjálfur. Já. Natskýri nú. Það er bara öryggi, alla leið. Alveg öryggi. Bara Wuhan measures. Ógeðslega stressaður hérna, sko. Herru, þetta var stórt skref. Hér var stórt skref, menna hér eru við bara basically... Til hamingju með þetta, Unnur. Til hamingju, sjálfur. Þetta er stóru skrefin, sko. Wow. Ég meina... Vist... Þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt, maður. Hverjum ætlar að gefa þetta? Ertu búinn að hugsa það? Nei. Gefa ameríska vinniðinum Brett.
Ég vissi að þú væri með eitt, sko. Okay. Af því að við erum stendur upp, eins og spagettíið núna, upp í loftið, þá þarf ég, þú veist, að brjóta kantana hérna svo að það bara kvarnist ekki endalast upp úr þessu, ganga frá þessu. Og það sem ég er að gera hérna, er að gera svona smá gráður hérna, sem ég ætla að gera svo allar hringinn á neðri hlutanum og bara smá mikið á efri hlutanum. Það ætla ég að gera með þessum litla héfil hér. Og það er ekkert verkfæri sem getur gert þetta. Þú veist, fólk heldur að það sé eitthvað svona, að þú getur startað einhverju rafmagnsverkfæri sem getur gert þetta. Bara allir smiðir eru með eitt svona. Og Þú gætir fræst þetta. já, veistu hvað væri mikið vesen? Það gæti það. Og ef þú vilt að ég held áfram að fræða áhrendur Já, gerum það. skítamix. Endilega. Þegar við erum að fara að hefla þetta hérna, þá erum við að fara að hefla svo kallað endatré. Og það getur eiginlega ekki gert með venjulegum hefil nema sem flugbreyttur. Til þess að starta á hefil sem er með blaðið ekki hallandi svona, heldur alveg hérna niðri. Af því þú þarft að fá það þarna á endatréð. Erum við að sjá hvað? Hérna svona hefur eitthvað kvarnast upp úr í heflinum á hann. En hei, þá sérðu bara þetta er handgerð. Ég veit það. Þá svona, já, það var ekki vél sem gerði það. Nei, þetta brett er ekki smíðað af gervigreind, sko. Nei. Þetta var smíðað af bara mjög lágri greind hérna. Já, ógreindum. Dormin, hvað segirðu? Núna erum við konum með þessa rosa græði hérna og við ætlum bara að pússa þetta, við ætlum að taka það í byrja á 80, 120, 240, blómukransar, olja, gleðiljól. Hvað þýðir þessi tölur? 80 þá grófa? Það er grófleiki sandpappírsins og við erum með mjög öfluga sandpappírsvél, þetta vera... Þetta er geðveik vél, maður. Herru, hvað? Þetta er geggjað. Þú eru bara að nota, halda á þessu bara og pússa bara eins og þú sést að vaska upp. Herru, en þetta er svo svolítið moment í allri smíði, sko, þú veist, það er á virkilega svona, sýnir þetta sig, svona þegar maður hellir olíunni, og við ætlum bara, sjá þetta, ekki leiðilegt að bjóða upp á þetta jólin, við erum með grafna gæs hér. Sérðu hvað þetta er fucking fínt, Rúnar, þetta grínast. Þetta er svona 100 sinnum fucking fínar. Það er eins og við séum alvöru smiðir, það er eins og við ykkur viljum borga alvöru peninga fyrir þetta, veistu hvað ég tala um? Já. Svo bara vippum við þessu upp hérna og eigum second coming á þessu atriði hérna. Salt. Þetta er náttúrulega svo fucking fínt, mér langar til að brjóta rúðum með þessu í alveg. Mér langar til að kasta þessu inn bara til stelpunar sem vildi ekki byrja með mér eftir deitballi í 12 ára bekk og segja what up now, biatch, í alvöru. Þú veist, eru bretti í lífiðinni núna? Sérðu eftir einhver? Hér er ég. Hér er ég, með bretti. Hér er þú, ekki með bretti. Ljótan mann. Ljóta mann kann ekkert að smíða neitt eitthvað hann að gera. Jæja, ég ætla bara að lýsa því yfir. Þetta er það fínasta sem ég hef smíðað. Þetta er geðið, þú máttur að stoltur af þessu. Þetta er hefi fínt, maður. Herru, svo held ég að við viljum bara einhvern veginn. Lefum þessu bara... Já, eða bara nutta alltaf aukriðis olíuna af, sko. Þetta geta allir gert ef að þeir hafa... Áganga, mjög fullkonu vestæði og hérna... 2-3 tíma dag í 3 daga. Í að leika sér. Nei, þetta geta allir gert. Og við erum náttúrulega búin að leika okkur að þessu, sko. Já, já. Það væri rauninni ekkert flókið í þessu annað en bara trial and error, skilur við. Einmitt, og bara að vera mjög hræddur við tækin hérna og fyrsta skítamixverkefnið er komið í hús, ég ætla að óska þetta hamingjur hennar. Takk, sömuleiðis. Ég meina, er eitthvað með ribbæt til að dundra á þetta svo við getum skorið á að salta þetta? Ég er með heima. Já, þetta er glæsilegt. Þetta er geggjað.